Hæ, ég Tekla. Í þessu myndbandi ætla ég að útskýra nokkur grunnatriði í bókfærslu. Við ætlum að tala af hverju bókfærsla svona mikilvæg, hvað efnahagsreikningar og rekstrarreikningar gera og svo mun ég sýna dæmi hvernig maður reiknar út hagnað, álagningu, virðisaukaskatt og birgðir. Markmiðið að gera þetta einfalt og skiljanlegt, jafnvel þótt þú hefur aldrei lært bókhald áður. Tilgangur bókfærslu. Bókfærsla snýst um að halda utan allt sem gerist í fyrirtækinu, hvað kemur inn og hvað fer út. Hún hjálpar okkur að sjá hvernig rekstur gengur, hvort fyrirtæki sé að græða eða tapa og hversu mikið það á eða skuldar. Ef bókhaldið er í lagi þá auðvelt að taka réttar ákvarðanir og vera með allt í samræmi við lög og reglur, þannig að í raun bókfærsla grunnurinn að öllu í rekstri. Það eru tveir reikningar sem skipta mestu máli, efnahagsreikningur og rekstrarreikningur. Efnahagsreikningur sýnir stöðu á ákveðnum tíma hvað fyrirtæki á og hvað skuldar. Rekstrarreikningur sýnir árangur yfir ákveðið tímabil, sem sagt tekjur og gjöldin. Þannig má segja að efnahagsreikningur segir frá hvar fyrirtæki stendur en rekstrarreikningur segir hvernig því hefur gengið. Hagnaður og tap. Til að finna út hvort fyrirtæki græði eða tapi draugum við gjöldin frá tekjunum. Ef tekjur eru 100.000 krónur og gjöldin eru 800.000, þá er hagnaðurinn 200.000 krónur. Ef gjöldin verða hærri en tekjurnar, þá væri það tap. Hagnaður eykur eigið fé en tap minnkar það. Álagning og söluverð. Álagning er prósenta sem fyrirtæki leggur ofan á kostnaðarverðið til að greiða. Ef varan kostar 10.000 krónur og álagningin er 40%, þá reiknum við 10.000 pluss innan svega 10.000 sinnum 0,40 og þá verður það 14.000 krónur. Þannig fáum við söluverðið án virðisaukaskatt. Þá er það komið að virðisaukaskatti. Virðisaukaskattur eða vask er skattur sem bætist ofan á söluverðið. Þegar fyrirtæki selur vörur leggur það vask ofan á. Það kallast útskattur. Þegar fyrirtæki kaupir vörur, borgar það vask en fær hann endurgreiddan, það kallast innskattur. Ef vara kostar 14.000 krónur og vaskurinn er 24%, þá er verðið með vask 14.000 sinnum 1,24 og það verður 17.360 krónur. Birgðir og verð án vask. Birgðir eru vörur sem eru til á lager. Til að finna út birgðir er notið þessi formúla. Byrjunarbirgðir pluss innkaup mínus lokabirgðir. Og ef við viljum finna verð án vask, til dæmis þegar verðið með vask er 150.000 krónur, þá deilum við með 1,24. Þannig 150.000 deilt í 1,24 verður 120.967 krónur. Þetta er þá verðið án virðisaukaskatts. Þetta voru helstu atriðin sem skipta máli í bókfærslu. Hvað bókfærsla gerir, hvernig efnahags- og rekstrarreikningar virka og hvernig við reiknum út hagnað, álagningu, virðisaukaskatt og birgðir. Bókfærsla getur virst flókin í byrjun en þegar maður lærir þessa einföldu reglur þá verða miklu skiljanlegra. Takk hérlega fyrir að horfa og gangi ykkur vel með bókfærslu.